Erfitt verður að tryggja hagsmuni sjávarbyggða ef kvótakerfinu verður ekki breytt, segir forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar. Hann vill taka upp kerfi sem tekur mið af þörfum samfélagsins. Forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar segir að verði kvótakerfinu ekki breytt, eyði það byggðum í landinu. Hann vill að tekið verði upp kerfi sem tekur mið af þörfum samfélagsins. Hér á Þingeyri var einu sinni blómlegt samfélag. Þá voru hér 2 togarar sem lönduðu allt að 8.000 tonnum á ári, en þá var ekkert kvótakerfi. Kvótakerfið er eitt umdeildasta mál síðustu áratuga á Íslandi. Þingeyri er hér dæmi hvaða áhrif það hafði á byggðirnar í landinu. Við erum að tala kannski 25 ár, 20 ár kannski nóg, þá erum við ábyggilega að tala 200-250 mann sem hefur fækkað hérna. Ég bara krefst einfaldlega að verði bara tekin svo stefna eiga þessi þorp að lifa. Sko, tekur sig að hafa okkur hérna. Þegar kvótakerfið var tekið upp árið 1984 var völdum einstaklingum og fyrirtækjum veitt einkaleyfi á að veiða fiskinn í sjónum. Markmiðið var að veiðarnar yrðu hagkvæmari og arðsemi sjávarútvegsins meiri. Breytingar sem af þessu hlutust á Þingeyri áttu sér líka stað í sjávarplásum víða land. Árið 1984 bjuggu 456 manns á Þingeyri, núna eru íbúarnir 260. Páll Björnsson er einn af fáum mönnum á Þingeyri sem á kvóta. Hann er með 38 þorskígildistonn á trillunni sinni sem telst ekki mikið. Ég á enga kvóta, ég skulda hann allan. En þú ert með kvóta? Ég hef aðgang á hann, já. En þá? Á þessari trillu? Já, á þessari trillu. Það eru heil 38 þorskígild á henni. Og hvað endist það þér, segir þið? Mér? Já. Ég tel mér að vera mjög mikið fisk með, ég geti fiskað á mánuði. Grundvallarbreyting átti sér stað árið 1990 þegar þeim sem fengið höfðu einkaleyfi til að veiða var leyft að selja það. Þeir fengu að framselja kvótan og þá var líka leyft að veðsetja hann. Og það er eitt af hræðilegsta sem hefur komið fyrir. Því það er verið það er hreinlega verið að stela auðlind þjóðarinnar til hinna og þessa. Til þess að þeir geti fengið út úr bönkunum fjármuni. Þá fer nú fyrst og fremst að hnigna á þessum stöðum því að þá fara menn að selja og losa sig út úr kannski skuldavandamálum og öðru slíku, en það var kannski hagkvæmnin í þessu öllu saman að samræma og gera stór fyrirtæki stærri sem þau eru. Það hefur tekist fullkomlega. En hvað situr eftir? Atvinnuleysingjar í sjávarþorpum víðs vegar og land. Það er búið að svipta þá lífsviðurværinu. Stjórnvöld hafa það á stefnuskrá sinni að endurskoða kvótakerfið frá grunni. Svokölluð sáttanefnd skilaði tillögum sínum í september og lagði til að farin yrði samningaleið þar sem gerðir yrðu samningar nýtingu aflaheimilda en ekki fyrningarleið sem er innköllun og endurúthlutun aflaheimilda eins og talað er í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Fyrningarleiðin er líka stundum kölluð uppboðsleið og samningaleiðin sáttaleið og svo er til tilboðsleið og pottaleið. Þetta er tómt rugl. Það er bara ósköp einfalt dæmi frá minna hendi. Þetta er tómt rugl. Verði þetta innkallað, skilur, sem fyrningaleið eitthvað, og þá getum við bara séð þetta sorg fyrir okkur hérna, þá náttúrulega hefur atvinnurekandi staðarins Vísir, hann hefur náttúrulega enga kvóta til að skilja eftir hér í þessu byggðarlagi. Hann hlýtur náttúrulega að fara í sína höfuðstöðvar í Grindavík og vera með sín kvóta þar. Það má segja að Þingeyri sé í öndunarvél og öndunarvélin sé í Grindavík. Það er Vísir HF í Grindavík sem rekur frystihúsið hér á Þingeyri. Ein helsta ástæðan fyrir því að Vísir HF er með frystihús á Þingeyri og eitt skipa sinna skráðar er að eigendur fyrirtækisins eru ættaðir þaðan. Þó svo skip landi aflanum á Þingeyri er hann ekki endilega unninn þar. Vísir starfrækir 4 frystihús á Húsavík, Djúpavogi, Grindavík og Þingeyri og hvert frystihús er með sérhæfða vinnslu. Því er fiskinum stundum ekið frá Þingeyri til Húsavíkur og Grindavíkur og öfugt. Fólk á Þingeyri og víða í öðrum sjávarbyggðum veit ekki hve margar mánuði á ári það hefur vinnu. Maður verður að reyna að vera bjassir að haldist hérna atvinna á staðnum. Það er náttúrulega lykilatriði. Það er bara númer 1, 2 og 3 að sé að vinna fyrir fólki, svo sé að þau heima bara á Þingeyri og þetta bara held ég við alla landsbyggðina. Vísir er eitt af 10 fyrirtækjum sem ráða yfir meiru en helmingi alls kvóta í landinu.
Fyrirtækið í 7. sæti með 4,28% af kvótanum. Gísli Halldór Halldórsson rannsakaði strandveiðar í tengslum við lokaverkefni sitt til meistaraprófs í haf- og strandsvæðastjórnun við Háskólasetur Vestfjarða. Hann segir að það hafi gleymst að tengja auðlindirnar við samfélagið. Þessi samfélag sem að maður hefði haldið að ættu ákveðin, svona ef maður kalla það frumbyggja rétt eftir síðustu 100 ára að vera hérna við þröskuld fiskiauðlindanna, að það hefur raun og verið tapað þessum rétti inn í einhver fyrirtæki sem síðan gangu þetta kaupum og sölu eins og fyrirtæki eiga að gera. Þegar við komum hér þá byggðum við upp alveg frá grunni. Við höfum líka þá samvinskunni að hafa hægt vinnslu á Breiðdalsvík þegar við fórum þar inn. Af því einfaldlega var ekki hægt að halda báðum stöðunum gangandi. En ég held að allir sem í útgerð finni til þessa ábyrgðar og finnist að faralegandi meira særandi þegar menn eru sakaðir manna. Pétur segir að mikilvægt sé að hægt verði að byggja upp færri en dýrari fiskvinnslur með betri tækni. Þess vegna svo mikilvægt að menn fái að halda því áfram. Því að ég held að ef þú færir í kringum landi og skoða þær fiskvinnslur sem í gangi í dag, þá eigendur sem standa þar að baki, þá þetta menn sem hafa fullan hug á því að vera í þessu áfram og finna til alla þeirra ábyrgðar sem menn þurfa að finna fyrir á svona stað. Gísli vill taka upp blandað fiskveiðistjórnunarkerfi. Það sem samfélög þurfa, sjávarþorpin og íslenskt samfélag, fyrst og fremst fjölbreytni í fiskveiðistjórnun. Fiskveiðistjórnun sem tekur mið af þörfum samfélagsins og þannig úr garði gert að það hægt að gera á því einhverjar breytingar og laga það að bæði samfélagi og umhverfi. Erfitt verði að tryggja hagsmuni sjávarbyggða ef kvótakerfinu verður ekki breytt. Gera megi ráð fyrir að kvótinn safnist saman í Reykjavík og á Akureyri. Ég held að þetta muni ásamt öðru, ásamt þeirri staðurinn til dæmis að önnur hver skattkróna okkar Vestfirðinga notuð á höfuðborgarsvæðinu. Þessi hlutir munu sem sagt saman vinna að því að eyða byggð í landinu.